Emily Sande hér með lagið Wonder. Það 50 dagur fyrir ykkur sem vissuð ekki hvað dagur í dag og eins og alla aðra 50 daga. Ég held að það sé ekki búin að missa út 50 dagar þessi drengur, hann heitir Hjörvar Hafliðarsson. Jú, ég hef alveg mist. Já, þú varst stundum á föstudögum út af Pepsi-mörkunum, alveg rétt. Já. En hvernig ertu? Ég er mjög góður. Það ekki? Jú. Hvernig eins og fyrir þig að vera alla dag í útvarpinu? Já. Þú veist, þetta aldrei dagar þar sem maður ekki í góðu skapi, þegar maður verður að vera í góðu skapi í útvarpi. Já, sérstaklega FM. Já. Hér þarf það að vera hress. Já. Það bara þannig. Það alveg sama hvaða fréttur þú varst að fá. Það bara þegar það er búið að kveikja á mæknum. Þá ertu bara hress, ljúfur og kátur. Ok, og þannig að þú verður bara hress. Já, það einhvern veginn sko, þetta minnir mig, þetta var svipað hjá okkur í 70 mínútum. Það voru á hverjum einasta degi. Og þá þú ert að vinna með það að reyna að vera með hressan þátt, hvort sem í sjónvarpi eða útvarpi. Og það oft, ég man alveg til dæmis að það var eitthvað vesen hjá þér í einkalífinu eða eitthvað, að þá gleymdist það bara í þennan litla tíma sem þú varst þarna inn í stúdíónu, sko. Og það eiginlega svipað hér. Bara þegar ég sestur hérna við mækinn og með einhvern vitleysingar á móti mér, þá eiginlega bara að hugsa um það. Ok, þannig að þú ert að kalla okkur vitleysingar sem eru með þér í þættinum. Já, við erum það flestir. Já, ég veit ekki með það. Nei, en hérna, ég bara fór að pældi í þessu núna í vikunni, sko. Þegar maður næri einhvern veginn að gíra sig í eitthvað smá gír milli 4 og 6 og 50. Já. Svo maður bara venjulegur fyrir utan það, sko. Þetta annars venjulegur bara? Nei, maður, þú veist, maður ekkert eitthvað hlæjandi með öllu sem maður segir eða sem þú segir. Nei, maður talar ekkert svona heima við vorum þetta fram að gangi rétt án, þá töluðum við ekki svona saman. Nei, ég er að segja það. Þetta var eins og, hérna, ég var illa pirraður á föstudaginn síðasta. Nú? Ég með þá reglu. Ég er alltaf peppandi Kópavoginn upp eins og hann hafi gert einhvern veginn eitthvað fyrir mig. Jú. Ég er búinn að búa þarna. Kópavogurinn ekkert gert fyrir þig? Jú, ég er búinn að búa þarna hverjum einasta helvítis degi í 32 ár. Sem reynda magnað. Magnað. Það alveg ekkert margir. Bara búið í Kópavogi? Bara búið í Kópavogi. Hefur ekkert flutt einu sinni bara í Skeifuna eitthvað með félagunum eða eitthvað svona? Aldrei. Egil flutt einu sinni í Hafnarfjörðinn, sko. Já, ok. Ég hef bara búið á þessum stað, sko. Já. Það magnað. Heyrðu, hérna, ég fer alltaf í sund klukkan 4 á sundum. Það á föstum. Alltaf. Bara fer með strákinn, röltum. Já, með litla göttu. Já. Röltum upp í sundlaug. Þetta svona 6 myndar rölt fyrir okkur 2. Kannski tökum einhvern leik í leiðinni, bannaði stíg og strika eitthvað þannig. Ok, good shit, góð leikur. Rölti, mæti þarna, herri, fá hérna fyrir 2 í sund og ég tók með mig bara eitt rauðan og eitthvað klink. Þannig ég var með akkurat fyrir því og eitthvað svona. Og svo bara, já, hérna, gjör svo vel. Herri, svo áttaði ég mig á því að, þú veist, ég glemdi sundskílu. Fyrir þig? Fyrir hann, litla. Ég kem að það illa nettur, búinn að fara í þessar laug, by the way, ég er 32 ára, hvað? Ég er búinn að fara í þessar laug svona í 27 ár. Já, síðan varst 5 ára? Já, síðan 5 ára. Ég glemdi sundskílu, maður. Ég geti ekki lánað með sundskílu. Já, 700. Ég segi, já, ég kom bara með pening og ég á heima þetta rétt hjá. Og þannig bara þannig getum við hent okkur laun og svo bara borgaði næst því ég kem að því ég kem alltaf hérna. Já, þú varst ekkert að spila celeb-kortinu? Nei. Þú sagðir ekkert veistu hver ég er? Nei, ég myndi aldrei gera það. Ég held ég var síðasti maður í heiminum til að segja svoleiðis. Já, en ok. Herru, allavega, búinn að búa þetta í 32 ár, búinn að borga einhver, sko, meir en ég kæri um í einhverja skatta útsvar í hérna í Kópavoginn. Þá þurfti maður bara að rölta heim bara með sundótu og fara ekki í sund af því að ég tók bara með pening og tók ekki með veskið. Þetta kostunum við eins og Söðukrúku. Þú blendi eins og Söðukrúku, hann bara segja bara ég sigga og til komið hérna morgun með þetta. Ekkert mál. Já. Þarna var ég bara svona eins og bara hver annar fáiði þrátt fyrir að vera þannig í 32 ár upp á dag. En heldurðu að sá sem að var aðgreiði sundlegin átti að hann bara vita og væri búinn að búa í Kópavogi alla þína tíð? Nei, samt, ég er búinn að mæta þannig hverju helvítis viku í svona 20 ára. Þetta hjartans mál fyrir þessi? Ég var ekki smá pirraður. En fórstu það heim, svo til pening og komst aftur í sund? Nei, ég hætti bara við þetta. Við fórum bara, röltum yfir og fengum okkur ís. Það var ekkert sund? Það var bara ekkert sund þennan daginn. Bara, þú veist, vá, þetta voru töðan á maður. Reyndar var ég típan á Söðukrúki sem var búinn að taka aðeins og oft bara, herrðu maður ekki borgið þetta. Þannig ég var hættur að fá. Það er út af svona gæðum eins og þér sem færði ekki, sko, Nei, ég þetta borga alltaf, kannski aðeins svo seint en ég þannig típa, ég borga mína skuldir. Þetta var, sem sagt, nú er ég ekki að fara peppa hann að kópa og raskat, sko. Nei, út af sundlauginni. Ég er ennþá pirraður. Ég heyri það. Ég er brjálaður. Við erum með frábæran þátt fyrir ykkur í dag, kæru hlustendur og berð sturlaða staðreyndir. Jón Jónsson sem nú kíkt á okkur áður ætlar að kíkja hérna þessi heimsókn því að hann að fara að spila út allt helgina, ætlum aðeins að peppa það fyrir kallinn. Hann var að lenda í einhverjum skandal eða ekki? Hann var að lenda í einhverjum skandal og ræðum það við hann og hann ætlar líka að koma með gítarinn því að við eigum að keppa ég og þú. Hann spilar eitthvað svona lag, bara dundun eins og hann gerir, svona hressandi.
og við eigum að búa til lag á staðnum. Þannig að það verður keppni á milli okkar sem verður skemmtilegt. Það er líka flottulega keppnina á sínum stað. Við erum með Hemma Gunn viðtalið. Í hvað bæ á ég að flytja í flýinu og fokkin blessaða Kópavog? Komdu til mín í Garðabæinn. Nei, ég fer aldrei í Garðabæinn. Ég fer frekar á Akureyri og Húsavík eða eitthvað svona. Þú ert ekki bara að flytja norður út með alla þína vinnu í sunnan. Ég get ekki flutt til Reykjavíkur. Takk til Keflavík, frábært. Svo ætlum við að heyra í Alfreði Finnboga, hann er framan að séð og heyrt, það stendur laglegur á lausu. Við ætlum að ræða það eins við hann ÁTVR-hjöpið eftir inn, því að það er verið að byrja með jólabjórinn í dag. Og svo ætlum við að gefa miða á date night og fleira, þannig að það er nóg að vera hérna hjá okkur strákunum. En við ætlum að byrja þetta á will.i.am. Og beða fólk bara að keyra í gegnum Kópavoginn, ekkert stoppa þarna Vestmannaeyjar. Ertu orðinn svona pirraður? Ég er brjálaður. Ok, finnst þér það Hamraborgin ekki lengur? Jó, reyndar. Það er fýtt staður en vá, ég er ennþá brjálaður. This is love þeirra að hlusta hér á mann sem að elska Söðurkrók og hefur alltaf gert og beint á móti með sittum aðeins sem elska einu svona Kópavog og gerir ekki enn. Hjörvar Hafliðason. Já, það er reynd að vera aðeins að reyna að gróa sárin, sko. Hringdi mig þarna fyrir forseti bæjarstjórnar og svo er bæjarfulltrú búinn að hafa samband líka um mig, sko. Já, ég er ekki hissa, ég hef ekki heyrt jafn, já. Ég var brjálaður. Já, þetta situr í þér. Já, vá. En það er komið að slúðri hér í FM 95 Blöð. Já, meira en klárið það. Er það ekki? Það er það sem ég er ánægðastur með þig á 50 að þú ert alltaf tilbúin í góðan slúðurpakka. Já. Og ég er með þess að mjög gott slúður hann þær í dag. Ég ætla að byrja á dóttir Jon Bon Jovi. Ok. Það er eitthvað þvílít vesen henni, en þessi 19 ára stúlka sem heitir Stephanie Rose Bon Jovi var handtekinn vegna heroin neyslu og var fundust inn á herbygginu, en hún er sem sagt í a college eins og þú, a college girl, svona skólastelpa eins og Hjöpinn, og inn á heimaðist hennar fannst heroin og ég veit ekki hvað, hass og fleira. Okay. Og hún sem sagt overdósaði og þurfti að hringja á sjúkrabíl og þá var leitað í herbygginu og þetta fannst allt, þannig að hún er í einhverju rugli hérna, dóttir hans Jon Bon Jovi. Ok. Það er ég held að vera endalaus hamingja ef að Jon Bon Jovi væri pabbiðinn. Myndur þú vilja Jon Bon Jovi væri pabbiðinn? Myndur þú skipta út pappaðinu fyrir hann? Nei, hvað heldur ég sé? Ég myndi alltaf skipta út pappa mínu fyrir Jon Bon Jovi. Ég myndi ekkert hata ef að Kitty Blöndal væri að syngja Helga fyrir framan 80.000 mann, sko. Myndur þú segja, It's my life. Ok, segjum bara sem svo, gerum bara raunhæft dæmi. Jon Bon Jovi vill fá að ættleiða þig. Já. Hvað segirðu? Ég myndi hringja pappa og spyrja hann hvort það væri til í eitthvað svona flip og hvort það væri lagi hans vegna, en ég veit að hann myndi ekki samþykkja alveg. Ég þurfti að neita Jon Bon Jovi þá að vera ættleiður á honum, sko. En þú myndir samt ekkert hata að pappiðin væri rockstjarna. En samt greinilega, hún er í heroinu bara með einhverju rugli. Ég sé engan sjarm í því, sko. Nei, kannski ekki. Ég er náttúrulega svo vitlaus. Næst er það Rihanna, en hún var í viðtali á dögunum þar sem að hún sagðist vera á lausu og hún hitt hana Ellen DeGeneres aftur og sagði henni að hún væri ekki að hitta neitt þess að dana, hvorki Chris Brown né nokkurn annan, en viðurkenndi hins vegar að það væri meira að gera hjá henni og vinkonunni hann niðri, eins og hún kallar þetta, heldur en síðast er að þær hittust. Þannig hún er byrjuð að svona... en svo er líka eitt, sko, sem að, þú veist, þetta er nákvæmlega gert. Hún segir þessi ummæli svona til að vekja náttúrulega athygli á sig, sko. Þetta er meira svona, þú veist, stönd, þú veist, hún fær meira umtal og svona, sko. Já, ég er að fjalla þetta hérna. Ég er að segja það, Michael Douglas tótist að fara í kynlífsvíkni eftir Basic Instinct, sko, svo bara 10 ára seinna á sann, heyrðu, þetta var bara kjaftaði, sko, ég þurfti ekki að vera í kynlífsvíkni. Sagði hann það ekkert, menn þetta væri bara kjaftaði? Já, hann bara sagði bara, veist, þetta var bara eitthvað sem okkur datt í huga að vera í sniðut til að promóta myndina, sko. Já, ok. Þannig að þú veist, stundum þegar þú ert að lesa svona, sko, þá þarftu stundum að pælis. Ég trúi ekkert öllu, ég er bara að lesa slúðri. En horfir ekkert hérna á þessi Ellen þætti það? Já, mér finnst það góður. Það er ágætis þættir. Ellen er góður sjónvarpskona. Það var einhvern þáttur daginn þar sem kom bara allt innu. Just dance, don't be okay. Það er alltaf, þau byrja alltaf að dansa bara í stúdíónu. Er það alltaf það? Já, í hverju þætti. Það var einn gaur á den daginn sem ég mun aldrei glemst. Ég ætlaði mitt að senda á þig hvort þú væri að horfa á þetta. Það var einn gaur sem var að dansa og hann var sérstaklega tekinn niður og fenginn í annan þátt af því að hann dansaði bara eins og ég veit ekki hvað. Og svo það sem að fátt komið jafn mikið á orð, hann átti svo konu og börn. Þessi maður, ok, ég ætla ekki að vera með eitthvað fordóma hérna, en ég hefði sett húsið mitt undir hann væri samkynhneigður. Ok. Af því bara hvernig hann dansaði og talaði við hann og var, veist, með svona, ég veit ekki, ég þóra alltaf að tala lengur. Þetta er ekki fordómar gagnvart samkynhneigðum. Segðu bara sem að þú ætlar að segja. Það var með alltaf taktana. Já.
alla homatættana, en var samt ekki homi. Halla var áttu konabann. Ok, ég meina það. Og þau voru þarna í, ég bara, þetta kom mér svo rosalega óvart þegar konarnas allt í hennu var þarna og verið að tala við hana, ég bara, En sko, hún dansar ekki sérstaklega vel. Ellen? Já, víst hún dansar í hverjum einasta þætti, þá ég haldi hún væri með eitthvað möf, en hún var ekki með henni möf. Nei, engin möf. En talandur í hönnu, en vinkonum ég var að segja með það, sko, hún tók þá ákvörðun að hætta að hlusta á svona popular tónlist og fór að vera með eitthvað indie-smekk. Já. Svo heyrði hún eitthvað í hönnu daginn, þá sagði hann bara, ég nenni ekki svo indie, rock, eitthvað rembing, airwaves bulli. Ég bara farin aftur í hönnu. Já, skemmtilegt innlegg hérna. Ég ætla að enda þetta Justin Bieber, en samkvæmt slúðurpressin úti að þá ástæða fyrir sambandsliti Justin Bieber og Selena Gomez. Ástæðan svo að Justin Bieber bað hennar, en hún sagði nei, tvisvar. Glætan. Já, svo segja það núti. En ég enda líka með gleðifréttir þetta Justin Bieber í lokin. Það góða fréttir fyrir mig Justin Bieber. Hann búinn að kaupa sér hamstur. Hún kaupa sér hamstur? Hvernig kemst svona rusl í blöðin? Hvað, 1000 kall eða? Ég hef efna honum allavega. Hvað, hefur átt hamstur eða? Nei, af hverju eiga hamstur? Ef þú fengir að eiga... Hvað gerir hann? Hvaða dýr myndir þú vilja eiga og vera með dýran heima? Hund? Ég vil hund. Mér langar í apa. Já, ég var reynda geðið til í apa í jakkafötum, sko. En það hundur... Og svart sólgleru. Já, en hundur besti vinur mannsins. Það bara mamma og systur mínar og eitthvað eru búin að banna mér að kaupa hund. Mamma þín? Hún byrði ekki heima á mömmuðinni, sko. Nei, ég veit það. Hún þyrfti að passa hann. Segðu bara að mömmuðina, þú veist. Mamma, þegiðu. Ég bara kaup mér hundi, mér langar í hund. Wow, það kannski eitthvað nýtt tvist. Það er bara, þú veist, að komin tími til að þú hættir að láta mömmuðina búlliða þig öll. Flestir eru með einhverja koni að búlliða sig þvíli. En mamma þín búlliða. Hei, ef þið langar í hund, ef þið langar í hund, keyptu þér þá hund. Eldhúspartí FM 957 halda áfram á skemmtistaðnum austur í hjarta Reykjavíkur í samstarfi við Heineken og Blink. Á 50-dagskvöldið koma fram Steindi Junior og Bent, Friðrik Dór og Dikta. Sérstakir gestir eru systkinin, Friðrik Ómar og Hreimur. Húsið opnar klukkan 9 og Elías Fannar Trúbator FM hitar mannskapin upp. Fylgstu vel með á FM 957 og þú getur nættir í borð fyrir 4 sem inniheldur fljótandi glaðning og blinkmyndur. Taktu kvöldið frá, komdu í Eldhúspartí FM 957 á Austur. Heineken, Blink og FM 957. Ef þú færðir myndur frá Blink, ertu alltaf með partí í vasanum. Fæst í 5 bragðtegundum í næstu verslun. Þú fær Túborg jólabjórinn á English Pub Austurstræti og English Pub Hafnarfirði. English Pub í jólaskapi með Túborg. The family's in danger, I need your help. Einu stærsta ævintýri kvikmyndasögunar við það að ljúka. This should be good. Twilight, Breaking Dawn, seinni hluti. Heimsfrumsýnd 16. nóvember. Taktu þátt í Twilight-leiknum á ibio.is og þú getur meðal annars unnið Samsung Galaxy 3 snjallsíma, auk fjölda annara vinninga. Getum við fengið hagstæðan samning sjávarútveginn? Ég vil vita. Verum skynsöm. Klárum viðræðurnar við ESB og sjáum samninginn. Já, Ísland. Víking jólabjórinn komin í verslanir. Nú komið nýtt kortatímapill í Krónunni. Krónan fyrst og fremst ódýr. FM 95 blöð. Á FM 95. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér 2, en flestir fá sér helling. Chasing the Sun sikja hér strákandir í The Wanted. Þeir að hlusta á auðvitað og hjöpa til 6 í dag eins og alla aðra virka daga. Og sko, herru, það ég held hérna, Hjörvar, að eftir þessu ummæliðin hér í byrjun þáttar, þá búið að koma hérna tölvupóstar og símtöl og þú ert búin að fá nokkur SMS. Já. Eftir að þú lýsti hér yfir að þú hatir... Nei, þú ekki fullt hart að segja að þú hatir Kópavog. Ég er að vera í mikilli fílu. Já, þú varst að segja mönnum að keyra bara beint í gegnum hann. Já. Já, ég er það brjálaður. Já, en sko málið ég með bæjarstjóra Kópavogs hérna á línuna því held. Halló? Já, halló, Ármann. Ármann, það bæjarstjóri Kópavogs? Já, það passar. Herru, hvað segirðu hérna? Afljómandi. Það ekki? Jú. Herru, hérna, ég þurfti bara að lappa í burtu úr sundlauginum dagina því að þau vildi ekki lána mér sundskilu. Herru, ég var að frétta þetta. Hvað hérna... Ertu ekki vanur að taka sundskilina með á barni? Jó, ég glemdi þessu eina skipti. Ég er búin að mæta henni í laugin í 32 ár, sko. En ef allir myndu að gleyma Hjörvar? Ég veit, en hefði ekki verið hægt að redda þessu, Ármann?
Jú, algjörlega, og ég bara skil sko við rekum okkar öflugu fjölskyldustefnu hérna. Já. Eins og þú náttúrulega rekur öfluga fjölskyldustefnu heima þér. Segðu, þekkir það. En ég leiðist þetta rosalega litt með sundskílinn og ég bara... Hjöppa ætlar að flytja úr Kópavoginum, hvernig veistu það? Hjöppa ætlar að flytja úr Kópavoginum. Í fyrsta sinn í 32 ár. Ég alveg brjálaður. Hann sem borgar svona hátt útsana. Þið vil ekki missa mig úr Kópavoginum? Nei, það gengur ekki. En Ármann, þú ert hérna, þurfum við ekki að fara að rífa hana bæju upp, eða? Veistu það? Það var verið að hringja í mig hérna frá einum tilteknum fjölmiðli áðan. Og þeir voru einmitt að spyrja því. Náungi sem að býr í hérna Breiðholtinu. Og hann sagði, Ármann, byrju, hvað í gangi? Ég geng kannast upp á hæðinu og ég sé alltaf byggingarkrannar rísa hvern og öðrum. Ok. En við þurfum samt að keyra þetta, við þurfum að fá átvöferð í Hamraborgina. Það er óþolandi fyrir þá sem búa vesturhluta Kópavogs og þurfum alltaf að keyra lengst niður í sveit til að ná í ríkið. Já, þetta er náttúrulega... Þetta er svona hjartans mál. Þetta er aðalatrið. Ég hef mjög miklar áhyggjur af þessu. Það ekki? Jú, þó þetta sé í leiðinni fyrir mig sko að fara hérna á Dalveginn og leiðinni heim, þá verður mjög gott að hafa þetta hérna í Hamraborginni hjá bæjarskriðstofu. Já, verðum að lífga þessu upp á þetta. En þú ert að biðja með afsökunar á þessu það? Nei, ég bara verð að segja sko, ég er svo miklu sjokkið því að þú ætlar að fara að flytja úr bænum og hérna með útsvaru allan pakkan en ég ætla að bjóða þér og stráknum áskortisum. Já, þakka þér kærlega fyrir það. Og ef þið verður hafnað í bæjarráði þá borgaði þið bara prívat og persónulega sko. Ok, þvílíkt veldið maður. Og toppmaður Ármann. En hérna ekki fara úr bænum. Nei, ég gera ekki. Takk fyrir þetta Ármann. Takk fyrir. Takk kærlega. Þetta var bæjarstjóri, það er bara búið að bjóða þér frýtt í sundlaugina. Já, það þurfti að sjatla þessi mál sko. Greinilega sýnir það er nóg að tuða bara, þá færðu það sem þú vilt. Nei, menn þetta var ekkert eðlilega sko. Þú ert náttúrulega... Þú veist eins og sitt einu maðurinn sem að... Ég skil alveg þann sem var að vinna í sundlauginni. Ég borgaði bara næst. Nei. Þetta var ekki, það er aldrei þannig. Ég er búinn að koma þarna upp á nánast hverri viku í öllu. Og alltaf sami starfsmaður að vinna? Nei, reyndar ekki. Var þetta strákur eða stelpa sem var að vinna? Þetta var sem sagt, þetta var stór kona. Kona, já. Hún hefur kannski ekkert síðan þessu ofta. Ég veit að ég var bara pirraður í þessu. Hefur þú aldrei verið pirraður? Nei, ég er svo lífsglaður. Það er alltaf að fara illa með mig sko, en þetta er eina skipt sem ég verið pirraður. Þú ert búinn að labba þarna í smá stund. Það hefði reynda strax verið skarra. Það hefði strax verið skiljanlega, það hefði verið skiljan þín. En þetta var á krakkan. En hvað, áttur ekki pening fyrir sundskýl á krakkan? Nei, ég sagði þér á hann, ég tók bara með mig pening sko. Ég veit alveg hvað kostar. Þú ætti alltaf að vera með kortaveski með þér þegar var. Þetta er fyrst, ég er alltaf með sama veski á mig sko. Hvert sem ég fer, þetta er bara fyrst skipt á ævinni. Ég er reyndar að fara að venja mig á nýtt lúk núna. Skilja síman eftir heima. Akkur? Ég er nefnilega með eitthvað sem heitir símafíkn. Já, þú ert með það á háu stígi. Ég er að fara núna í nýtt prógram. Ég má skoða síman milli 12 og hálf 1, 4 og hálf 5 og svo 8 og hálf 9. Ertu komin okkur náttúrulega? Ég þarf bara að gera eitthvað. Ég er að reyna að halda einbindingu við að gera eitthvað, en ég er alltaf að skoða síman. Já, þú og Sveppi eru mestu símafíklar sem ég hef kynst. Það er agalegt að vera í kringum hann líka. Hann er búinn að klára alla Angry Birds sem til eru. Ég er búinn að klára allt Angry Birds. Ég var að bíða daginn eftir að Angry Birds Star Wars kemur út, sko, bara til að geta að fara að klára hann, sko. Já, spáði. Þetta er úkslega gaman, sko. Já, þið þurfum að fara að leita ykkur aðstofar og ég heyri að þú ert að því og ég er ánægð með það. Já, takk fyrir það, sko. Ég ætla að fara í stjórnlega staðreyndir áður en að bæjarstjóri Kópavogs ringdi hérna. En núna tekur ákvörðun, núna færður hennan hund. Hundin? Hættir að láta mömmu þín að ráða þínu lífi og færður hund. Mamma, þetta er ekki tannig. Það var bara she made a good point. Maja sýstir líka því að þær vita að þær þurfa að passa hundin þegar ég er ekki heima. Breytist þú ekki eins og annað fólk? Getur þú ekki allt í einu farið að þykjast vænt hund eða eitthvað? Mér er alltaf þótt vænt hund. Ég er að segja það. Er ekki líka komið tíma til að þér þykja vænt einhvern annan en sjálf þig? Það er 100 verið svo. Já, kannski að hundurinn getur orðið bjargvætturinn í þínu lífi. Getur orðið góð jól. Hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og hann situr hérna beint á móti mér, hann Hjörvar Hafliðason og heldur á nýjasta dölublaði Séð og Heyrt. Já, og það stendur að góðu vinur minn, Alfreð Finnbogason, sé laglegur á lausu. Já, stendur heitasti framherji í Evrópu, laglegur á lausu og risa myndakappanum. Já, þetta er forsíðan. Já, hringdi hann inn sjálfur, veistu það? Ég held hann að vera hringt þess að fréttin sjálfur, þannig að ok, gaman að því. Slum heyri í honum. Já, þetta er líka bara spurning, er ekki erfitt að vera út í atvinnumennskunni svona einn? Þú veist. Já, þannig að gengur þetta nú anskoti vel hjá honum. Já, er hann að skora bæði utanvallar og innan eða? Já, hann er bara að skora þetta innanvallar og svo hann er bara einbettur sér á fótboltanum. Þetta er glæsilegt. Þú ætlum að prófa að hringja í kauða. Þú ert með númerið hans eða ekki, Heppi? Jú, það er akkurat hérna. Já.
það Alfreð Finnbogason? Blessaður. Komdu sæll og blessaður, Auðun Blöndal heiti ég og við hliðina á mér situr Hjörvar Hafliðason. Blessaður. Þú voru hérna í beinni útsendingu á FM 95 Blöð. Hvernig hefur það, þú mikli meistari? Það er nú bara að leggja mig sko, ég mjög góður. Nú, eru að trufla góðan blönd? Nei, þetta sleppur. Þetta sleppur. Við vorum að lesa nýjasta tölublaðið hjá Séð og Heyrt. Já. Og já, það er risa mynda af kallinum á forsíðinu og hér stendur einn heitasti framherji í Evrópu, Alfreð Finnbogason, laglegur á lausu. Hvað gekk til þegar þú sendið þetta inn? Hvernig er það? Hvernig hefur maður, hafður þú bara samband við Benedikt Bóas og Séð og Heyrt og baðst að þetta færi inn, eða hvernig er þessu háttað? Sendið þú myndina, Alfreð? Já, þetta var akkurat myndi sem ég sendið sem var byrt og ég byrði alltaf bara það var smá aðdeglisviki sko, þannig að þetta er fínt fyrir að gengja henni sko. En fólk er núna að tala um þig á kaffistofum bæjarins, aldrei svo vant kannski ekki núna um framistöðuna inn á vellinum heldur kallinu utan vallar. Þetta er rétt sem kemur fram í greinni, þú ert á lausu. Já, það var sverð. Og hvernig er svo tilfinning? Hún er alveg ólýsanleg sko. Ekki, er ekkert erfitt að vera svona út í atvinnumennskunni? Einn, ekki með neina með þér? Ég sé að segja grínist það ekki. Nei, ég meina þetta lítur að taka á það, ekki? Já, þetta er alltaf bara hark sko. Ertu einmanna, Alfreð? Já, það kemur fyrir sko. Það greiðir alveg svepp sko. Ok, en hérna, það stendur í greinni, Alfreð sem er draumur í dós er orðinn að kyntákn í Hollandi enda hjartalýr og góður drengur með mikið markanef. Það styttist við að hollenskar stúlkur fara að gera hósu sína græna fyrir Víkingnum Gnáa og íslenskar stúlkur þurfa heldur betur að hafa hraðar hendur ef beisla á þennan Víking. Er þetta eitthvað greint? Ég er ekki búinn að lesa inn í blaðið. Þetta stendur inn í blaðinu og nú spyrjum við, er þetta hörð barátta á milli hollensku stelpnanna og íslensku? Já, maður bara dag og nótt að beljur sko, ég kom með félagið með út bara til að vinna við þetta sko. Og hvernig er sterkast fyrir þær að setja sig í samband við þig? Er það bara aðdæðar á Facebook eða póka eða eitthvað svoleiðis? Það er bara pósturins gamla góður sko. Það heitt sem ég verð að vita, þegar þið gerir þessa grein hérna fyrir Séð og Heyrt og þú á blaðið, leikið ykkur saman með fyrirsögnina, hver á hana, laglegur á lausu? Nei, hún er alveg minni sniði sko, þetta er minni sniði sko, ég lá lengi yfir sko, þetta er hljómaður. En Alfreð, þú ert að standaði frábælega úti og gera okkur Íslendinga alveg gríðarlega stolta, hvernig hérna ertu að fíla þarna í Hollandi? Svona öllu ganni slepptu? Slepptu, það er bara frábært, ég hafði með liðið hérna og það slepptu öllu. Og hvað, heldur þú verðir áfram þarna á næsta ári? Það kemur verið lög sko, ég er eitthvað svona með því sko, en þú veit maður aldrei hvað gerir sko. Nei. En nú er þjálfariðinn engin annað en Marco van Basten. Er hægt að læra af betri manni þegar það kemur að markaskorun? Það er fyrsti sem kemur þennan fransa sko. Ég er að reyna að vera alvarlegur hérna. Þú er lengum að svo verið í sko. Já, hann er flottir sko, þetta gengur heldur vel. En hvort eru það sætar, íslensku stelpunnar eða þær hollensku? Það er ekki klassið þetta íslensku? Já, það er íslensku. Gott svar, Alfreð. Gott svar. Þú ert greinilega hvað stóð, draumur í dós, það heyrist bara. Já, og svo spjalla við þig. Já, þið eru fagmið líka. Gaman að heyri, ég er á halda árum að leggja þig. Herðu, bíddu, það stendur líka hérna í fréttinni, framherjunum Gnáa gengur allt í haginn inn á vellinum, en götur ástarinnar hafa reynst þyrnum stráðar. Ég er svona að leggja mig, þið eru góðir. Herðu, það er ekki alveg fyrir okkar áhrifum minn. Nei, raumstók. Bye. Já, hann var nývaknaður þetta strákurinn og... Vegur ástarinnar hefur verið þyrnum stráðar. Hver talar svona? Þetta er bara skemmtileg grein. Ég veit það, en hvað gerir það? Það er skemmtilegt, ég bæði spila með Alfreð og Benedikt Bóas sem skrifa þessa grein. Benedikt... Ok, það útskriður ímislegt. Manni finnst spennið að vera meistarið, þú lendir ekki í húnni sjálfur. Já, hann átti líka greinu að þú varir að flytja til foreldra, eða ekki? Jú, það var einmitt hann. Þetta er maður sem að hafa on your good side, það er nokkuð ljóst, en þetta var Alfreð Finnbogason, laglegur á lausu í Hollandi. Bók vikunar á FM 957 er nýjasta meistarverk Stefáns Mána. Húsið, taugatrekkandi sálfræðitrillir frá höfundi Svartur á leik. Hér er Stefán Máni upp á sitt besta. Húsið er ekki fyrir viðkvæma. Segðu bless við svefnin.
Túborg kynnir krabbukvöld á Bar 11 í kvöld. Bjór á 450, skot á 450. Túborg og Bar 11 fyrir fólkið í landinu. Nýttu þér nóvember tilboðin í 10.11. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Miðnætur opnun. Verslanir Smáralindar eru að opna til miðnættis í kvöld. Hafðu það notalegt og byrjaðu jólaundirbúninginn. Frábær tilboð og skemmtun aðeins þennan eina dag. Sjáumst, Smáralind. Sjálfstæðisbarátta á Dillon alla 50 daga. Mættu með Jón Sigurðsson í veskinu og þú færð túle, skot eða einfaldan á 500 kall. Dillon Rockbar. FM 95 blöð. Á FM 95. Þú færð brakandi gott Nóa-Kropp með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Nóa-Kropp. Eitthvað sem enginn lendir í að vera locked out of heaven. Bruno Mars syngur hér djúpan og skemmtilegan texta. Það eru margir sem eru locked out of heaven. Heldur að Adolf Hitler hafa fengið að vera alltaf í heaven? Ég er bara að vona að enginn hlustandi minn lendi í því. Ok. Hann er ekki hlusta. Nei, hann er ekki hlusta. Þeir hann er stað hér á FM 95 blöð og hingað til okkar er komin. Já, ég held að það sé ekki hægt að segja annað en góð vinnu þáttarins. Þetta er ekki fyrsta sinn sem hann dettur hérna í spjall til okkar. Hann heitir Tjan Tjansen, Jón Jónsson og við Hjörvar erum búin að dobla hann hérna því við ætlum í skemmtilega keppni í dag. Já, ok. Við fengum hérna hugmynda því að... ég fekk ekki svo hugmynd, skulum hafa það á hreinu. Já, ok, þetta er bara skemmtileg hugmynd, maður segir stundum svona við það fengið. Ok, en alltaf að það, ég fekk það hugmynd að Jón Jónsson myndi spila hér, já, bara eitthvað svona frumsamið, rugl og við ættum að búa til lag úr því. Þannig að, sem sagt, hann byrjar að spila á gítarinn og þú byrjar bara að syngja eitthvað skemmtilegt lag. En þú vilt ekki tala við okkur, Jón? Var ekki bara fengið þetta ekki nefnir? Jó. Þú veist aðalega fengið þetta að spyrja hvað er að gerast helgina það er. Já, átti ég að tala það? Já, við ræðum þá eftir. Já. Plöggum því eftir. Er það? Ég er á þessu. Við endum á að plögga því. Og ég er rétt á eftir plögg. Já, ég er á eftir plögg með Jóni Jónssonu. En, já, líst þér ekki vel á þess að kemni þér? Jú, ég er hérna hvað eiga textandur hérna bara, hvað sem er? Ég veit ekki, sko, ég var ekki alveg búinn að þaulhugsa þetta, sko. En ég var búinn að sjá fyrir mér að Jón myndi bara byrja að spila eitthvað á gítarinn og þú ættir að byrja að bara semja lag á staðnum, á ensku. Það er alltaf auðveldast að semja eitthvað hérna ástina, ekki? Já, gott að leggja sem hana. En hvernig tónlist ætlar þú að spila, Jón? Ætlar að vera í svona jolly eða? Þið meir á það, sko. Ég get búið upp á, þú veist, svona bara eitthvað svona John Johnson groove, þú veist. Já, ok. Já, þetta er eitthvað. Það að vinna með þetta, já. Já. Hvað átt annað? Síðan getum við verið, þú veist, ef við fyrir með mollin, skiljið, þá erum við að tala um aðeins myrkara, skiljið, þú veist, svona. Já, hann er ég svolítið. Þetta er svolítið ég. Ég er í myrkrinu. Það er náttúrulega auðveldar að semja lag við svona, sko. Okay. En ég vil challenge. Já, þú vilt challengea sjálf eins og alltaf, stíg út úr bóksið. Hvað, eigum að hafa, þú var að syngja á íslensku eða ensku? Það er ekki auðveldar að semja texta á ensku. Ensku, ég fíla það. Á ensku? Já, ok. Ok. Viltu vera á undan eða eftir hér? Ég skal bara vera eftir. Þú ætlar að vera eftir? Já. Ok, þá byrja ég þessa keppni og er þetta ekki bara einhverja 50 sekundur eitthvað? Bara svona stuttbull? Jú. Og þú vildi fá svona smá dramatic. Hendur mér í myrkrið. She won't let me get a dog. Wow. Þetta er ára komið. Wow. Wow, þetta er erfitt. Byrju, svona ángríns. Er þetta komið þetta spontant og þú varst bara ákveðin að leik fyrir 5 minútur síðan? Að ég ætlaði að kaupa mér, ég vildi kaupa mér hunda því þú varst að segja mömmu minna að þegja þetta rétt á. Þetta var reyndar, ok, þetta var vel gett hjá þér. Ára, Hjöpinn, ætlað þú að fara í myrkrið eða ætlað að fara í svona John Johnson groove? Ég viðurkenni, ég fór í þennan leik því ég vildi heyra Hjöppan búið til lagast annum. Ok, maður sjá, eigum að kannski hérna fara í róliheitina? Bara eins og vilt, sko, viltu hafa moll eða dúr? Já, er dúr, það ekki hressara? Þá erstu aðeins hressari, sko? Jó, ok, ég ætla að vera hress. Elskar svona music talk. Viltu þið fara í moll eða dúr? Þetta er Hjöpinn. She smelled like summer rain. She had a coffee brain. She was a roughy. Þetta er randið lag, maður. Hvernig var þetta, Jón? Þetta var stórkastlegt. She was like hot coffee, maður. Þetta er
Sturla. Þetta bara, það búið að búa til 2 ný lög hér fyrir John Johnson, það ekkert flottara. Wow maður, she was like hot coffee man. Þetta, þú veist, þú verður svo auðvitað háðu kaffinu, skilur. Já. Og heitt kaffi ógeðslega gott, en það brennur þig. Ég veit það. Þú vilt hafa kaffi heitt en ekki óheitt. Djöðlart vel gert ég að höfði, sveið með það. Ég held að jarða með hana. Hot coffee, she was like hot coffee. Ég veit ekki eins og hvað mittla heitir, I'm alone eða eitthvað. The lone dog boy. The lone dog boy. En já, þá komið að þér Jón Jónsson. Er það hlustendur, fyrstur upp í 3 eða? Já, fá hlustendur við þetta. Ekki setja þess að pressa á Jón. Hvort lagið... Upp í 2 bara? Jó, upp í 2, bara stutt og laggott. Hvort lagið betra? Herru, ég verði að kjósa Udda, sko. Þetta var eins og Nickelback verið mættir í stúdíu. Það samt, Nickelback lélið, sko, en þetta var samt bara eins og Nickelback verið mættir. Eins og góður Nickelback. Já. Herru, takk fyrir það. Þá staðan 1-0 og ég geti tryggt mér hér með, það 5-11 og 9-5-7. Hver fær þitt atkvæði? Herru, það þú Uddi, allan daginn. Þá þetta komið. Takk hjálpa fyrir það, vinnur. Herru, það lítið. Ok, hot coffee, ég held að það fari betur í landan. Hot coffee. Við ætlum að fá hér, lag frá eina manninum í stúdíunum sem actually kann að syngja. Hann heitir John Johnson. Svo ætlum við að ræða hans meira við hann. Fílupúkinn Jón Jónsson, hér með lagið All You I. Það er alveg ríkala gaman þegar svona menn eins og hann geta hent upp svona grímu og þóst fyrir hressir á milli laga og þegar þeir syngja. En hann byrjar að brosa aftur núna, enda komin í loftið. Hvernig hefur það, Jón Jónsson? Jú. Ágætur bara. Ágætur. Herru, þú ert að spila alla helgina? Já, alla helgina. Já. Ég verði í tjaldi þarna bara opið. Fólk getur komið bara. Bara heim þegar ég hafna fyrir hún. Já. Nei, hvað er að frétta? Herru, við erum með tónleika. Já. Ég, John Johnson og bandið. The John Johnson Band. No. Hverjir eru fleiri í The John Johnson Band? John Johnson Band. Það The K-Man, Kristján Sturla Bjarnason. Já, það er vinur minn. Já, Crazy K. Já, við erum liftingafélagar. Já, ok. Við rífum saman í lóðin. Já. Vel gert. Crazy K. Við ætlum svona að finna ennsknöfn og alla, þú veist, við erum að fara international. Svo ertu með, Brynjar Inga Unsteinsson á bassanum. Hann er úr Kópavogi líka, sko. Þannig að, þú veist, hann er... B-Machine. B-Machine. Síðan ertu með Steina á gítar. The Rock. Já, The Rock. Stone Cold Steve. En málega er hann líka, hann er sko Guðjónsson, sko, en þú getur verið The Rock of God, eða eitthvað svona. Já, það er gert. Fallegt nafn. The Rock of God. Eða Big G. Og Andri Bjartur Jakobsson er á trommunum, sko, þannig að hann er bara The A-Bride. A-Bride, mjög flott nafn líka. Ógeðslega töff. Þeir eru í bandinu. Og hérna... Og hvað eru það að spila? Þetta er sko Akranesi annað kvöld. Ok, hvað er Akranesi? Bíóhöllin. Þetta er óslega kósí, sko. Hérna, við vorum hann til fyrra. Bjarni Guðjóns komið mitt. Helflottur. Er hann bara á hann Akranes? Er það bara þannig að þegar hann mætir inn í salin þá standa allir aðru? Já, fólk stóði upp. Fólk klappar fyrir honum? Já, fólk var alveg í sínu fínasta pussi bara, sko. Já, því að viss að Bjarni Guðjóns var að koma? Já. Já, ok, töff. Hann var mjög töff, sko. Þannig að hann kom þarna og... Talaði hann við þig bara eins og verið ellur? Já, hann talaði við mig, sko. Og hérna... Þú veitur að vel gert í hann? Þú veist, maður var alltaf ekstra stressaður, þú veist. Að vera spjallað. En er þetta ekki bara eðlur náðingi svona þú hittir hann? Hann virkaði, ég verði að segja það, hann virkaði þannig á mig, sko. Ok. Hann virkaði alveg eðlur, sko. Ok. Og já, þú ert semst upp á Skaga á morgun, en hvað er það lögðaðinn? Factory. Factory á lögðaðinn? Já. Ég veit ekkert klukkan hvað neitt að segja, sko. Nei, ok. Þetta er á miði.is. Já, miði.is. Verðið þið bræður aftur með jólatónleika eins og í fyrra? Það er hár rétt hjá þér. Það er engin yfirlýsing komið, sko, en við verðum 20. des, sko. Mér finnst mjög fyndin auglýsingin hjá okkur, því að ég er oft kallar þetta King of Comedy. Ef ég gef eitthvað plús, þá er það mjög fyndið, sko. Þið voru eitthvað að kynna jólatónleikar ykkur og svo enduðu með að þið þurftu að drífa ykkur á Kentucky. Mér finnst það mjög fyndið. Því að það er svo sjaldan sem einhverjum texti gerir eitthvað fyndið sem mér finnst fyndið. Mér finnst líka ógeðslega gaman að heyra að Jón Jónsson og Frikki Dór sé að fara að vera með jólatónleika því mér finnst vantar svolítið jólatónleika á Íslandinu. Já, ég er sammála því. Það er ekkert verið að halda neitt svona fyrir fólk sem vil heyra góð jólalög. Já, ég er alveg sammála því. Og þess vegna líka ætlum við að fá til okkar óslega marga gestasöngara. Má ég koma og taka eitt jólalög? Já, mig allir koma. Taka jólalög. Ætlar að taka fræga vini þína eða alvöru vini þína?
Ég ætla að taka alvöru. Hvort þykir þið meira vænt okkur fræguvinniðina eða alvöruvinniðina? Já, æskuvinnina. Shit, hvað er við vel æsku? Er það bara... Nei, þú veist, nennir þú ennþá eitthvað að hitta þá eða eins og núna á lögutum við byrjaðar að vera í bíó og eitthvað svona? Já, þetta er náttúrulega, þú veist, maður veit það er bara tímaðislega að vera að hitta æskuvinna. Nei, menn það er okkur, æskuvinninir heyrir á lögutum og segir, Jón, við erum hérna saman upp á Górulun og spárum enska boltan, ertu klár? Svo allt inni hringi Hjöppa og segir, Jónsi, ég var blöðurum hérna heima og horfa á nýja sjónvarpið mitt, viltu kíkja á okkur? Minna, hvort færur? Já, en ég veit að, þú veist, það myndi koma sér betur fyrir mig að fara til ykkar, skilja. Upp á bara viðtal, koma hérna aftur í viðtal. Gott að heyra. Alltaf getur alltaf pluggað hérna. Þeir ekkert með æsku. Þannig að þér finnst svona frægari vinniðinir svona í dag miklu skemmtilega heldur en gömlu? Já, ég verð náttúrulega að segja það, sko, miklu, svona, þú veist, hinnir þeir eru alltaf að segja bara sama. Já, þú ert búin að tala of oft við þá. Já, ég raun og veru, sko. Þeir geta ekki pluggaði fritt í sund eins og Hjöppi. Nei, nákvæmlega. Það er bara þannig. Já, ég heyri til hamingju með það, maður. Við tökum við með þér, þá er í þessum þætti. En Jón Jónsson, þar sem að við erum betri vinniðin er heldur en æskuvinniðin og þá ætlum ég að segja fólki aftur frá því að hann er á Akranesi annað kvöld í, bíóhöllinni og svo Faktori á laugardaginn, endilega tekkið á því og það er allar upplýsingar inn á miði.is. Alltaf gaman að fá því að spjalli. Takk hérlega frá okkur og kannski við hendum okkur í bíó, kannski James Bond eða eitthvað sundaginn. Já, endilega Skyfall. Ég kem með. Helviti snill. Og henda okkur það? Já, klart mál. Þú færð skjóta og góða hjálparaþjónustu hjá N1. Rendu við hjá okkur þegar þér hentar. N1. Meira í leiðinni í allan vetur. Eiga stjórnmálaflokkarnir einir að fá að ráða hvernig framtíð mín verður. Ég vil vita. Verum skynsum. Klárum viðræðurnar við ESB og sjáum samningin. Já, Ísland. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Víking jólabjórinn er kominn í verslanir. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Á FM 957. Auðun Blöndal og Hjörvar Hafleðarsson með ykkur hér á vaktinni og það er komið að vikulegum dagskrálið hér hjá okkur strákunum. Tökum Jóni Jónsson að kjalla sjálfsögur fyrir komina. Sjáumst Jón. Alltaf gaman að fá hann í heimsókn, hann er farinn núna. Og skemmtilegur strákur. Já, við höfum sagt það of oft í þessum þætti. Ég reyndar, þú veist... Hann er góðvinnu þáttarins. Já, þetta fyrir ná ekki. Jú. Og já, eins og ég segi, það er komið að vikulegum dagskrálið hér hjá okkur og það er flottulega keppnin. Ok. Aldrei hef ég jafn mikið á Sigri þurft að halda. Ok. Og ég reynda að vanni hérna í lagakeppnina, ég ránaði með það, þannig ég strax kom með one victory. Ég fer ekki tap vinningslaus heim. En það er flottulega keppnin og ertu búinn að velja lag. Þú ert 3 stigum yfir mér, þannig ég þarf sigur. Já, ég ákvað að velja með lag og ég hitti... Maður hefur hugsað mikið til Normanna undanfærin kannski 1,5 ár, náttúrulega eftir hörmunguna sem þeir gengi í gegnum. Ekki verið að tengja þetta Hjörvar. Ég manni þykir að þeir standa manni nálægt. Já, auðvitað. Það vantar ekkert upp á það og ég ákvað að tileinka Normannum lagið. Hættu þessu. Herri, býta hans, ég fæ bara að segja sem ég vil. Þetta er keppni flottulega keppni. Já, ég veit það, ég lefði mér bara með mitt intro. Já, mér þykir alveg að vænt Normenn. Já, ég veit ekki, ég nefnilega hef á sérstætt samband við Normenn. Og þeir auðvitað lentu þetta í miklum hremmingum. Og síðasta rúma árið er búið að vera erfitt fyrir Normenn og bara fyrir alla sem þykir vænt Normenn, þá er ég með lagið Halleluja með mínum manni Kurt Nielsen og vinnum hans. En þá eru við báðið með mjög rólegt lag í dag. Svona, það gerir stundum. Ég meina, stundum er það bara þannig og þetta er bara tilningað öllu Normunum sem ég þekki og ég ætla að byrja í miðju lagi því að þú vildir ekki leyfa mér að spila allt. Jú, ég mátti fá 2 mínútur eins og ég. Þú ert alltaf, jafn harður, þetta er svo fyndið, þú lætur alltaf við hlustendun eins og ég sé einhver lögga hérna. Þú ert svo grjótharður að takka mig sjálfur í úhjöpi, ekki gera mér þetta. En þetta er fyrir ykkur Normenn Hættu þessu, þetta er bara lagið að sjöpa í flottulegakefninni, ekki hlusta neitt annað. Áfram Nóru, þetta eru dásanlega tónar og... Já, þetta er, með Jeff Buckley finnst mér þetta í betri útgáfi. Sérstaklega fyrir vinni mína í Noregi. Já, akkurat, það er hins vegar komið núna... Gengið ímislegt síðasta 1,8 árið og... Það er mínu lagi. Hjörvar, láttu bara lagið þitt tala fyrir þig. Tileinka þeim. Já, þetta er flottulegakefni. Fallega lag. Það kom að mínu lagi og það er líka þá tileinkað öllum sem að, eigum sárt að binda. Og það er, sko, málið er, munurinn á mér og þér í þessum lögum hérna er að, ég tengist þessu lagi mjög.
Ok. Ég þekki... Ekki er þetta eitthvað crazy bastard viðbjóður? Ég þekki þetta lag eins vel og hægt að þekkja. Nei, þetta þegar ég 3 stigum undir þá hugsa ég hef aldrei sett þetta lag á Hjörban. Þetta er mínum að eitt ekki er þetta viðbjóður sem þú og Sverrir gerðu þannig í þetta lag heitir Án þín og ég lamið af þetta á þessum tíma og lagt í einelti. Nú finnst þetta ljótt lag, hvað? Það hefur lagt mig í einelti, það er fallega sagt. Það eineltir ekki þig einelti, já. Sendir heim, hvernig getur þú hatað þetta lag þegar vinuðin situr inn að beint að móti þér, Hjörvar? Minnst þetta ljótt. Þetta lag hefur ekkert með þig að gera. Við samt með textana þig. Ég og Binni, besturinn. Þetta er ömurlegur texti. Finnst þið það? Já. Nú, ekki. Jæja. Ég ætla að vona að hlustendur séu ekki á sama máli og Hjörvar því að ég þarf virkilega á sigri að halda hér og ég er nú bara... Þetta er alveg sármóðgæður hérna. Nei, þetta er ekkert leiðilegt lag. Mér finnst þér að tíuði gerir grín að þessu. Eins og allir gerir grín að þessu. Ég vona hlustendur séu ekki sammála Hjörvari, við skulum bara sjá hvað þið segja. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, hæ. Ég ætla að fá að velja Halleluja. Takk kærlega fyrir það. Takk kærlega, við ekki væntum þetta atkvæði. Takk kærlega. Takk fyrir, þá er það næsti FM 95 Blöð, góðan daginn. Það eru áfram Norður. Já, sammála því, áfram norska þjóðin. Það er Halleluja þitt atkvæði? Já, takk fyrir það. Hjörvar, hættu svo að tengja þetta við eitthvað Noreg hérna. Þú ert í flottulega keppninni. Höldum áfram að styðja vinna fyrir Noreg. FM 95 Blöð, góðan daginn. Halló. Einhvern á línni? Já, hæ. Auði, klálega. Hvað segirðu? Auði, klálega var þetta. Maður fikk hroll þegar setna lagi kom. Herru, þakkaði kærlega fyrir það, maður. Fyrstu hroll? Já, hann er gæsáð. Núna að tala um það. Ok. FM 95 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Þetta er Hjörpi fara eitthvað. Hjörpi fara þitt. 3-1 fyrir Hjörpa. Þetta var hræðilegt. Takk. Hræðilegt? Án þín? Ég er sammála því, það er hræðilegt. Takk fyrir þetta. Herðu, bara shoot a man down, maður. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag. Herðu, 1 fyrir norðmenn. Já, 1 fyrir norðmenn, takk fyrir þetta, Eskan. 4-1, takk fyrir þetta. Já, þetta er þessandi FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan dag. Góðan dag. Tíman Auði. Allan tíman Auði, djúvillir ánægði með þig. Takk kærlega fyrir það, maður. Ánægði með þig og það er 4-2 FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, norðmenn, klárlega. Já. Þetta er ekki keppni norðmenn, Hjörvar. Takk kærlega fyrir það. Maður getur ekki annað en kosið norðmenn. Nei, það er að því að Hjörvar er að svindla í þessari keppni. Takk kærlega fyrir það. Maður nota bara allt sem maður getur. Nota allt sem maður getur. Auðvitað, höfum maður samúð með Noreg. Hann er að keppa þetta í flottulega keppni. Það er ekki bara að kjósa Noreg eða þvílíkur svindlari, maður. Takk kærlega fyrir það. Veist hvað, við skulum senda saman styrk til Noregs. Æðislega, þegið. FM 957 og Túborg jólabjór kynna barhopp í samstarfi við Lebowski bar, Dönsku Krána og English Pub. Allan laugardaginn nóvember munu Kristján Ingi og Óskumnas gefa vísbendingar hvar að finna kassa Túborg jólabjór ásamt gjafabrifi. Ef þú finnur kassan getur þú boðið vinahópnum með þér á barhoppum kvöldið frá 6 til miðnættis. Gleðin byrjar á jólabjór og burgers á Lebowski bar. Því næst er farið á Dönsku Krána í enn meiri gleði og að lokum á English Pub. Vart þarf að taka fram að jólabjórinn flæðir fyrir allan hópinn á öllum stöðum. Að sjálfsögðu er 20 ára aldurstakmark. Fylgstu vel með þeim Kristján Inga og Óskunnars á milli 10 og 1 næstu laugardaga, þar sem þau munu gefa vísbendingar hvar kassan er að finna. FM 957 og Túborg jólabjór. Léttöl. Sjálfstæðisbarátta á Dillon alla 50 daga. Túle, skot eða einfaldur á 500 kall. Dillon Rockbar. Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominos. iPad. Aldrei á hvolfi, aldrei öfugur og aldrei ruglandi. Epli.is. Túborg kynnir Kiriyama Family og Enzimi á Factory næsta föstudagskvöld. Hefstu kann 11 og aðeins 1000 kallinn. Factory, góðar stundir. FM 95 Blöð. Á FM 957. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér 2, en flestir fá sér helling. Hvernig vilt þú þitt Nóakropp? Nóakropp. Brakandi snilld. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is.
Frí heimsending allt land. Perform.is. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Óskar Hjörvar haflega sinni til hamingju með sigurinn í flottulega keppnin áðan og gaman að íslenska þjóðin skuli en þá standa með normunum eins og á að gera á svona tímum. Þetta var hressandi. Það eins og komið að styttist í Hemma Gunnviðtalið og svo var ég að opna fyrir það sem enginn segir inn á Twitternum. Þannig að ef þið eigið eitthvað gott, endilega sendið á mig á ÖTB inn á Twitter og það leikurinn eitthvað sem enginn segir. Hvað eitthvað sem enginn segir? Til dæmis, mér fannst með þeim bestu síðasta 5. Það fannst mér takk fyrir þetta boð í Farmville og svo kemur það sem enginn segir. Eitthvað þannig. Það kom líka krakkarnir í vinstri grænum alltaf hressir. Það sem enginn segir kom eftir því. Þannig að ef þið eru með eitthvað skemmtilegt þá endilega sendið þið inn á Twitterinn hjá mér en það hins vegar komið að sturluðum staðröndum. Hvernig líst það? Ég líst mjög vel á það. Já, það reyndar ein sturluð staðrönd sem að mér finnst ógeðslega skemmtileg og ég er búinn að leika mig með í allan dag og ég þarf að rétta þér ég veit að það eru margir í bílnum sem geta ekki gert þetta eftir en þeir geta prófað þetta að koma heim. Taktu ertu með blað og penna hjá þér kannski? Nei, með penna. Taktu blaðið hérna því það er í lokin, það er mjög skemmtilegt. Herru, þá ætlum við að byrja hér og ef þið eru heima hjá okkur að hlusta þið í skólanum endilega verið með blað og penna tilbúin. Þetta er hressandi. Herru, þá byrjum við. Dans er það hobby sem styrkir sambönd hvað mest. Sturlu staðrind, kannski ekkert sturlu staðrind. Nei, er þetta ekki mjög eðlilegt? Er ekki mikil nánd sem fylgir dansinum? Jó, en ef að þú væri nú svo heppin að eiga konu Hjörvar, myndi það fyrir töðunar að hún væri með annan dansfélag? Svona þegar þú talar nándina í dansinu? Þú veist, ef það væri bara einhver Auðun Blöndaleg, þá varum við sama, en ef það væri einhver bara einhver... Nei, tjók, ég er stríða þér, elska þig, þið ekki væntu þig, þú ert frábær. Nei, ég veit það ekki, jú, ég veit það ekki. Það fer eftir hvaða dansi verður að dansa, kannski? Já, ég hef aldrei verið með einhver átt kæru sem er dansari, þannig ég get mikið sett mig í það spór. En þessi rústenska sem flutti... Nei, hún reyndar frá Litáen. Þá er það næsta. Í maí á hverju ári er sjálfsfróunarmarathon í Bandaríkjunum, þar sem fólk hristi fyrir gott málefni. Ég nefnir ekki að ræða þetta. En þetta er inn á síðunni samt, sko. Ég veist hvað, 2 kallmenn að ræða eitthvað svona á 50-saldri, sko. Ég veit, það er ógeðslegt. Sammálaði. Svo kemur næsta. Oprah Winfrey er haldin chiklefóbik sem þýðir að hún hræðist fólk með tyggjó. En þú veist náttúrulega eitt af þessu kjaftaði. Já, hræðist fólk með tyggjó? Já. Er komin einhver, er búið að greina fólk sem hrættu? Já, hrættu fólk með tyggjó. Það kallast chiklefóbik. Svo næsta. Þú mátt giftast, þú mátt ekki googla neitt. Þú mátt giftast náskildri frænkuðinni í Utah í Bandaríkjunum ef þau eru bæði eldri en 65 ára. Hvaða máli skiptir það með aldur þarna? Samt það er samt skárra að fólk sé svona ekki einhverju barnahuleyðingu, sko. Já, góður punktur. Það ekki? Ætla að sé ekki það. Ég veit það ekki. Þú veist, þú ert ekki að bíða alveg til 65, sko. Nei, til að... En þú veist, þú vilt ekkert vera með einhverju sem er, þú veist, hefur þengt í hann á til að vera með einhverju sem er áskildir, eða? Þannig eitthvað rugglaður, eða? Nei, ég meina, þetta er bara eitthvað sem ég fatt ekki alveg. Nei, ekki heldur. Ég er bara að lesa sturlaða staðreyndir hérna. Ég er ekki að lýsa sjálfum mér, sko. Herru, svo er það næsta. Þú mátt giftast... Nei, já, ég var að segja hana. Karlkyns, þetta fannst mér skemmtilegt. Karlkyns svín æsa hitt kyni með því að anda á andlitina á þeim. Þegar ég sé svín þá eru þau sofandi. Já, þau einhvern veginn... Þau hljóta eiga ástalíf með svona dýr. Já, ég hérna... Þetta myndi virka hjá okkur karlmennum? Anda, framan í. Það getur virkað fyrir okkur þess að við erum svona 2 menn sem erum aldrei andfúlir. Sérstaklega ég, að því ég náttúrulega aldrei notað eitt tóbak, búin að toppnum á tóbaks, ég og Þorgrímur Þráinsson núna alla tíð. Já, en hefur einhvern mann hitt með andfúlan, verður hinskilinn? Hitt með andfúlan, aldrei tekið eftir. Nei. Herru, þetta er kannski eitthvað sem er hægt að prófa. Þú ert ekki sérstaklega andfúlan á því. Bara anda framan í stelpunar. Svo er það hér, 25. maí er alþjóðlegur plankadagur. Er ekki planki samt svolítið dautt? Nei, en ég held að góðu líkans, þetta var eins og segja að Beckberg sem verið dauðið eða eitthvað, sko, þetta er náttúrulega frábæri líkansæfing, sko. Já, er þetta ekki verið að tala um að planka svona að taka mynda sér? Ég held að þetta sé það, sko. Já, það, já. Heitir það planking, eða? Já, það planka. Já, ok, það er alveg dautt, sko. Já, það var í fyrra, sko. Það var að fyndið að gera þetta eftir hann. Þessi dag var settun að bli í fyrra, sko. Fannst þér þetta að fyndið það? Aldrei. Ég plankaði aldrei. Svo var líka komið eitthvað sem heit uglan og eitthvað svona kæftæði. Svo er það næsta. Kleinurhringir og bacon geta orðið álíka ánýtjandi og áfengi. Kleinurhringir og bacon? Já, eitthvað svona eftir þessu. Ok. Ég var ekki til að vera að háður kleinurhringjum. Nei, ég var hindar að langa Jóni að með kremin á milli. Fannst þér því? Það var þetta viðbjóðslega gott. Þetta var gott. Hvað hvíta kremi er þetta á milli þarna? Ég veit það ekki. Það var eitthvað svona vanilu... Það er eitthvað sem segir mér að það er ekki holdt samt.
Það líklega ekki. Hefur þú farið til Bandaríkjunum og smakað hlut sem heitir Twinkie? Já. Það hrikalega gott, það svona rjóma eitthvað inn í. Ég veit það, ógeðslega gott, það viðbjóð óholt. Ég held að það séu 600 kalóri í einu svona litlu stykki. Það svara næsta, það róa taugarnar meira fyrir karlmenn að faðma aðra karlmenn heldur en konur. Ok, þá verða þið svo æstir. Faðma konur, þetta var vist bara eitthvað róa taugarnar. Það er að gera, þeir eru stressaði strákar að faðma bara einhvern félaga. Svo næst síðasta. Já, það hérna byrja strax skemmtilegt og nú vil ég að fólki í bílnum taki þátt í þessu líka. Ég með 2 svona skemmtilegir í lokin. Frábært. Herðu, byrjaði núna. Veldu tölu, Hjörvar. 7. 2-faldaðana. Ok. Já, hvað ert þá komið með? 14. Já, ég ætla að segja þér hérna, ég get lofa því þú enda með töluna 3. Ok. Sama hvað þú gerir. Ok, þú sagði 7, 14 út búin að 2-faldana. Bættu 6 við. Já, ég með 20. Já, taktu helminginn af. 10. Og dragðu frá töluna sem þú byrjaði með. Já. Það er 3. Stórkostlegur leikur. Það er alveg sama hvaða tölu þú hefði valið. Það er alltaf árið 3. Þetta var stórkostlegt. Sturlustarind. Svo er það síðasta og það er ástæðan fyrir þú ert með blað og penna. Ok, taktu núna löppuna þér, Hjörvar. Já. Og þeir sem eru heima. Já. Og byrja að snúa henni svona í ring, svona sólarhringin. Snúðin í hringi. Með blaðið, já. Já, verður bara með penna og blaðið tilbúið. Taktu hægri löppuna og byrja að snúa henni svona í hringi. Já, ég er að því. Svona sólarhring. Já, okay. Passa þessi alveg hringi við gólfi. Skrifaði fyrir mig töluna 6 á blaðið á meðan þú gerir það. Það er ekki hægt. Jú. Nei, haltu hringnum á löppinni. Já, býttu, ég er að því. Já. Og skrifa töluna... Nei, heyrðu, já, býttu, hvað? Það er ekki hægt. Þetta er ekki hægt. Það er að vera réttur hringur, eða? Já, þú verður að fara sólarhringin, já. Já, ég held ég, var ég ekki að gera það núna? Má ég sjá? Nei, heyrðu, þetta er rosalegt. Sturlustarind. Þetta voru 2 skemmtilegir í lokin. Wow. Ég og Sveppi leikum okkur mikið með þetta í dag og þú mættir að vinna. Heyrðu, þetta er skrítið. Já, þetta er ekki hægt. Þið getið prófað þegar þið eru komið heim að snúa löppinni eftir gólfinu. Já, það er alveg hægt. Það er alveg erfitt líka, sko. Já, ok. Þetta er eitthvað svona kjaftaði. En segðu mig nú, Hjörvar, talandi kjaftaði, hvað af þessu var kjaftaði? Ég bara neita að trúa þó Oprah Winfrey sé sérstök að hún sé hrædd við fólk með tyggjó. Hún er hrædd við fólk með tyggjó, þannig að þú fórst með vitlust mál þarna, en hins vegar róaða kallmenn ekkert meira að faðma aðra kallmenn. Ok. Ég vil náði þér þarna. Já. Mér finnst þetta einhvern veginn ekki nógu magnað eitthvað til að vera eitthvað rámt við þetta, sko. En þarna náður mig bara, sko. Tókst með hana. Serðu hvað í brosið? Ég er búin að gleyma flottulega-kettinni og þessu Noregs-rugli. Hér með The A-Team í FM 95 Blöð og vonandi er margir búin að prófa að skrifa töluna 6 og setja löppin í hringi. Skemmtilega leikur. Þetta var reyndar, ég skal viðgefa þér það Blöndal. Þetta var fýll leikur hér. Já, styrlaða staðnir. En sko, ég er ekkert að grínast, ég var ekkert að reyna að leiðilú við þig þegar ég sagði að mér þætti lægið hana með Sverri Bergman og þér hana frá 2001. Leiðilegt. Já, ok. Það er bara þín skoðun. Það er bara mín skoðun. Og ég hef rétt á hann. Já, ég er alveg sammálið því. En það var meiri töðunum að vera að tengja Noreg við þitt lag. Já, þetta var norskt. Já, þetta var norskt, ég veit það. Þetta, veist, ég ætla ekki að fara út í þessa umræðar aftur, við erum búin að ræða þetta nóg hérna off the air. Við ætlum að fara hér í hlutir sem enginn segir. Veistu, já, nú ætlum ég aftur að vera svolítið leiðilur. Ok. Það er svolítið mitt dæmi að vera leiðilur. Já. Sko, við erum svolítið að benda fólki á Twitter, en það er fullt af skemmtilegu fólki sem er ekki þar inni. Já, það hefur verið gaman að fólk sem að Facebooki líka. Já, eitthvað svo leiðis. Já, ég veit ekki hérna, ég skal við tengja höfum í huga, því að þú veist, það finnst ekki öllum gaman að vera inn á þessum samfélagsmiðlum eða slíkt. Nei. Ég held að samfélagsmiðlar eftir að deyja fljótlega. Heldur það? Ég held að svona einn daginn þá fá fólk bara ógjáði, allir viti hvað það er að gera og hvað er að bardúsa og slíkt. Það er þetta góður punktur. Veistu hvað við? Já, en samt eftir að tala um að það sé leiðilegt að þetta sé bara á Twitter því að við ættum að vera með Facebooki líka. Já. En eða bara gamla góða mailið. Já, gamla góða mailið. En allavega þá tengjum við Facebooki við þetta næst. Og ég ætla að lesa hérna upp bestu sem eru komin inn á síðuna. Og þetta eru hlutir sem enginn segir. Við byrjum hér. Og það er hann Steppi Fann sem setur hvenær kemur leitin að strákonum 2? Það sem enginn segir. Æj. Já. Svo kemur Henry Birgir hérna. Af hverju pluggar Auði aldrei Svessa félagansum í FM 95 Blöð? Eitthvað sem enginn segir. Helvitur með harðir í dag. Já, menn er að skjóta blöðmálinn hérna. Bjarki Bergmann. Ég öskraði að gleði þegar McDonalds fór frá Íslandi. Það sem enginn segir. Það er reynda sammála. Við viljum fá McDonalds aftur til Íslands. Já, Bjarni... Hei, förum í það. Já, fá McDonalds aftur. Tökum K.O.'um, Simma og Jóa. Já. Þeir eitthvað með einhverja hambúrgarfabriku. Við opnum McDonalds. Hvað heldur það sé vesen að fá réttinu að það? Ég hef þetta dreifst okkur fyrir þessu. Let's do it. Já, let's do it. Svo er hérna Bjarni Guðmundsson sem segir rosalega eru 2.5 menn miklu skemmtilegur eftir að Charlie Sheen var rekin. Eitthvað sem enginn segir. Sindri Sindrason
djöfull langar mig í freska. Eitthvað sem enginn segir. Er það? Ég fíla freska alveg, sko. Nei, reyndar var það ekki gestið til þér. Svo er það Ævar Jónsson, hringdu bara í símbóðan minn. Eitthvað sem enginn segir. Björgvin Pétursson, Hjöbbi átti skilið að vinna þetta áðan. Það sem enginn segir, djöfull ég ánægði með hann. Hann tala flottilega keppnina hana. Okay. Takk fyrir það, Björgi, þú færi retweet. Svo er það Baldur Halldórsson og hann held ég líka tekið flottilega keppnina. Öddi aldrei tapsar. Nei, nú kann það, þú ert aldrei tapsar. Þú ert helviti fullorinn alltaf þú tapar. Eitthvað sem enginn segir. Halldór Harðarsson með skemmtilegt líka. Djöfull Jón Jónsson búinn að vera fúll og leðilegur upp á síðkastið. Eitthvað sem enginn segir. Svo er það Gunnar Lutsnir. Já, ég sé að lesa þetta rétt. Yes, það komið mánudagur. Svo er það Daniel Geir Moritz, fyndnasti maður Íslands. Verður landsins snjallast ekki á Skjá 1 í vetur. Sem enginn segir. Ingimar H. Finnsson skrifar England að fara að taka HM 2014 í Brasilíu. Eitthvað sem enginn segir. Og svo er djöfull hata ég helgar. Og svo var eitt sem að mér Það fullt af fólki sem hata helgar. Já, það sem er að vinna kannski. Nei, og líka fólk sem tengist einhverju með alkoholism eða slíkt. Já, reyndar, góða punktur. Svo er Páll Halldór og hann átti líka eitt gott. Yes, röflið á DFF byrjað. Eitthvað sem enginn segir. Þökkum öllum fyrir sem að senda inn. Áttu eitthvað gott þetta, Hjöbbi? Eitthvað gott, eitthvað sem enginn segir. Já. Ég held að Liverpool sé að fara að taka deildin í ár. Eitthvað sem enginn segir. Ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri thailenskri mataveislu frá Krua Thai. Á hverjum 5. degi í morgunþættinu Magasín drögum við út fyrirtækjavíkunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krua Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki sveikinn af thailenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krua Thai. Víking jólabjórinn komin í verslanir. Höldum ljómandi jól. Taktu þátt í ljómaleiknum á ljómi.is. Verslun Nýherja, Borgartúni 37, opinn frá 9 til 6 í dag. Komdu og kíktu á úrvalið. Nýherji. Það hefur aldrei verið jafn hagstætt að vera áskrifandi að Stöð 2. Nú kynnum við nýtt og öflugra fríðindakerfi í Stöð 2 Vild. Sjálfvirka afslætti beint í vasa áskrifenda. 10% afsláttur alla daga í 10.11 ef verslað fyrir 2.000 krónur eða meira. Þú virkjar öll kreditkort fjölskyldunar inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild. Allt fyrir áskrifundur. FM 95 blöð. Á FM 957. Þú færð brakandi gott Nóa-kropp með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Nóa-kropp. Brakandi snilld. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Það er rétt þeir að hlusta hér á FM 95 blöð og við erum hérna við Hjörvar Hafliðarsson. Og hvað varst að segja, Hjörvar? Nei, ég var að kvarta yfir því að ég var að fá hvað hérna sem heitir Poke Suggestions. Hvað er þetta á Facebook? Já. Þú fer náttúrulega þetta á Facebook. Þekkir þetta. Þú þekkir Facebook, en ég hef aldrei hert Poke Suggestions. Ég fekk, þetta er hérna bara að hæra með henn og skjánum hérna á munum. Nú fæ 5 mann sem að ég á að póka samkvæmt Facebook. Og það sem er kannski leiðilegast við þetta er að þetta er Ingvar Þrastarsson, Davíð Kristjánsson, Grímur Gíslason, þeir eru búin að vera að skoða myndina einar. Björn Daniel Sverrisson og Kristinn Freyr Sigursson. Allt strákar. Við erum búin að vera að skoða prófálið greinilega eitthvað. Þetta eru þau pók sem ég á að hendi í. Já, ok, ég átti að segja þetta. Poke Suggestions. Já, ég er að spara að póka þessa menn. Já, hendur góði póki á. Hendi hérna, ok, ég er búin að taka 2 núna. En þú sagði mér að fá nokkuð póka? Þú sagði mér daginn, Hjörvar, að þú ert búin að minnka rosalega bókiðinn. Já, ég fór úr, ég tók alltaf 20 póki í viku. Já. Það var með svona 3 á dag, það var svona regla hjá mér. Já. 3 pók á dag. En ég er svona varin að kötta það niður í 1-2. Já, þá líka meinaði meira. Já, meinaði meira, það var svona, þá er ekkert allir búin að fá póks frá mig, Nei, nákvæmlega, það er miklu þægilega fyrir þið. Nei, en hérna, Poke Suggestion, þetta er gleða. Já, þetta er eitthvað nýtt. Vissur þú þessu? Nei, ég hef aldrei heyrt þetta þar. Og þú vext bara gaura. Já, fyrir mjög. En nú ætla ég að spyrja, Hjörvar, ég hef ekki rætt nógu mikið við The College Boy Hjörvar Hafliðarsson. The College Boy. Nú ertu í skóla og það er orðið ansið langt sem þú varst í skóla, þegar ekki? Nei, þetta er orðið alltaf síðan, Ég fór hann í stjórnmálafræði. Já. Og hérna, þá, það er 9 ár síðan það var, Já, og segir það, 9 ár. Þá fjall ég í einu prófinu. Nú, í hverju fellstu? Stjórnmála heimspeki hjá Hannesi Hólmstein.
Ok. Hann bara, var ég búinn að lesa hellingur próf, mætti prófið, skilaði því, fjall. Það ekkert annað. Og ég hafði eiginlega ekkert mikið fallið að fyrir það. Fjallst þú í einhverju menntaskóla? Nei, ekki menntaskóla. Ekki? Nei, en ég fjall á einu samrændubróð. Ég fjall í, Fjall í starffræði. Fjall í líffræði MK. Já, ég... Þurfti að taka aftur. Aldrei verið góður í starffræði, sko. Já, ég náði því nú alltaf, en efnafræðin, ég held ég hafi einu sinni klikkað á því. Jú, ég fjall einu sinni í þýsku. Það var alltaf 8 og 9 á mér, sko. Já, fínn í þýskanni. Þýskan, og svo besta fæði mitt var líklega náttúrulega íþróttir og kristinfræði. Ok. Kristinfræði og saga. Það var alltaf, það er einu skiptin sem ég sá svona 10 á. En hvernig leggjast prófin í þið núna? Þetta er hrikalega erfitt núna. Það segir út af hverju? Ertu byrjað að læra á fullu? Já, ég er aðeins byrjað að læra. Vandamálið það að ég held engar athygli lengur. Nei, út af símanauðum? Nei, ekki bara símina, ég bara held engar athygli. Ég þarf að standa upp á svona 30 mínútna fresti. Að gera hvað? Bara eitthvað röltum? Já, ég fari í ísskápinn eða eitthvað, ég veit það ekki. Já. Það er bara, maður er miklu lélegri núna. Þetta var ekkert mál að læra, maður gæti bara setið og lesið eitthvað heilengi. Núna þarf ég alltaf að standa upp, ringi einhver símtöl í einhverja fóta sín, eða veist hvað við? Já. Þetta er fáránlega erfitt núna. Já, ég hugsa, en þegar þú ert að læra á svona, ertu þá líka á þessu samskipta síðan svo að það ræði það náðan? Nei, ég læt það. Það er ekkert að trufla þig? Nei, ég læt það ekki, en þú veist, það sem maður þarf að gera, maður þarf að setja bara skeiðklukku í gang og ákveða hvað pásunar er að vera langar, sko. Af því að ef þú ferð inn á Facebook og ert eitthvað að skoða á eitthvað svona á Twitter og eitthvað hannig, þá var þetta kannski orðin hálftími þú hélst að þetta væri 5 mínútur, sko. Já, það er alveg ótrúlegt hvað maður getur fest og allt í einu liðin 40 mínútur. Liðnar 40 mínútur. Yfir engu, yfir að Auðun segir, jæja, ætla einhverjur að fá sér í kvöld. Og einhver 7 like. Já, 7 like. Eða eitthvað, ég veist. Já, ég veit hvað þú ert að fara. En hvenær byrjaði prófin hjá kjallinu? Þetta byrjaði held ég 1. desember. Já, ok. Það er laugardagur. Og búinn? Búinn 15. desember. Það er ekkert annað. Mörg próf. Það verður törn, sko. Ég ætla að fá frí hérna í einum þættinum hérna á 5. Nei, það fær ekkert frí. Ég verð að fá frí. Hjörvar, verður að segja mig það að þú getur ekki mætt þetta í 2 tíma á 5. degi að þú ert að fara í próf? Já, ég get ekki mætt. Ég ætla bara ekki að mæta. Þú ert vinnandi maður, Hjörvar. Ég veit, þú verður að láta mig á frí. Gefðu mig frí. Hvaða 5. dag? Semst þannig miðjum prófunum þetta. Semst fyrsta 5. í desember. Ég skal hugsa þetta, en það er ekkert víst að ég gefi þig frí. Býtu, herri, ég er að fara með þér núna eftir að skoða hund sem við ætlum að kaupa heim til þín. Hvernig hund á ég að fá mér? Keiftu þér eitthvað svona sætan hund? Já, hvað er svona pitbull? Nei, mér langar ekki pitbull. Mér langar ég veit ekki, sko, ég þekki ekki nú að vel hundategundar. En er ekki eitthvað sem heitir boxer sem þú var sætur? Já, það er eitt svona loðin með svona fluffy ears. Mér langar eitt svoleiðis. Eða svona hundir sem var í Turner & Hooch, sem slefa alltaf gett mikið. Það er svona bulldog, eða ekki? Já, þeir eru svolítið sættir. Þetta má ekki vera ómikið vesen, sko. En hvað ætlar að kalla hann? Kurt eða Cobain. Kurt eða Cobain? En að kalla hann Dougie? Dougie? Já. Og kalla bara á hann Dougie? Já, Dougie. Það er ekki gott nafn. Ekki? Hefur þú átt gæludýr einhvern veginn? Aldrei. Það er rosalega sorglegt. Nei, mér langar ekki að eiga gældum. Ég var til að eiga apa. En sem krakki? Mér langar að eiga apa. Mér alltaf langar til að eiga apa. Nei, það var einhvern tíðan köttur á heimilinu. Mér var bara þurrlega sama. Hvað hét hann? Snúlli held. Já, eitthvað svoleiðis. Mér var bara alveg sama. Varst það ekki að leika það? Nei, ég var til í apa, en... Ekkert annað. Ég er nefnilega sjókjæslega gaman að eiga hund. En páfagauk? Nei, það er alveg vesen. Einu maður sem geta átt páfagauk er Ásgeir Kolbeins. Hann er líka búinn að kenna sínum páfagauk að tala, sko. Ásgeir Kolbeins, tvílíkur snillingur. Já, bara, amen. Það er ekkert margir í Íslandi sem geta átt páfagauk og geta að tala, sko. En ángríns, nú gerum við eitt. Nú förum við bara og kaupum hund. Það er að kíkja með mér eftir að skoða hund. Ángríns, förum og kaupum hund og hættum að hlusta á mömmu þína. Let's do this. Fíla. Farðu á netið núna og aðtöðu hvað sem... Ég er búinn að strax sjá eitt sem sæti Beagle. Og það fann mér eitt Beagle? Sem heitir Beagle, hefur síðan svolítið sunda. Já, hvað kostar hann? Það er ekkert verð á honum. Ásgeir Trausti hér með dýrð í dauðaþögn. Þetta er örugglega einn vinsalegasti, já, ef ekki bara vinsalegasti tónlistarmaðurinn á Íslandi í dag. En já, núna á laugardaginn kemur, það er að segja... Já, laugardaginn 17. nóvember, laugardagskvöldi 17. nóvember, ætla þau hjá Sambandsmiðlun að halda spennandi skemmtikvöldi í Gamla bíó. Helga Braga og Ari Eldjárn og fleiri verða með uppistand og Daniel Geir Moritz sem var valinn fyndnastmaður Íslands 2011 verður kynnir kvöldsins. Þar verður boðið upp á Sushi og Vífufell mun sjá fyrir veigum og ég veit ekki hvað og hvað. Og þetta er ekki bara fyrir fólk sem er að leita sér að maka, þetta er fyrir fólk sem er á föstu líka. Svona skemmtikvöld og við erum með 4 miða hérna sem við ætlum að gefa.
Þannig að það að gera að ringja í 511-0957 ef að þið viljið kíkja á þetta allt saman. Þetta á laugardaginn kemur. Síðast var Helga Braga með þetta hjá þeim í september og þá var fullt út dyrum. En sambandsmiðlu var einmitt stofnuð 2012 og það eru hátt í 500 manns á skrá. Þannig að þetta skemmtileg síða fyrir fólk sem að leita sér að hinum eina rétta. Vesta Hjörvar eða hinn einu réttu, Vesta Hjörvar situr ekki hérna á móti mér, hann stökk eitthvað fram á klósettið því að geta rætt þetta aðeins við hann. En ef ykkur langar að kíkja þá ætlum ég að gefa hér 4 miða, þannig að það að gera að ringja í 511-0957 og ég hendi ykkur þarna á staðinn, maður sjá, FM 95 Blöð, góðan daginn. Halló? Halló? Hæ. Langar þig að kíkja á laugardaginn? Já, það var gaman. Nei, það ekki? Jú. Ertu á föstu eða lausu? Ég á föstu. Já, föstu, já, þetta fyrir alla, þannig að það skiptir ekki öll. Máli, hvað heitir þú? Ég heiti Axel Fannar. Axel Fannar. Herru, þú átt 2 miða hérna bara að sækja það upp í Skaftalí, hérna upp í móttöku. Já, frábært. Herru, glæsilegt, takk fyrir þetta, Unnur. Ok, bæ. Herru, ég með 2 miða í viðbót, við skulum sjá hver hér á línunni FM 95 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þú gott? Það allt glimrandi. Herru, langar þig ekki að kíkja á skemmtikvöld í Gamla bíó hjá sambandsmiðlun? Sjálfsögð. Það ekki, hvað heitir þú? Aron Gylfi. Aron Gylfi og erst þú á föstu? Nei. Þá kannski finnur hérna einu réttu þarna, eða rétta, ég veit ekki hvernig það svingar hér. Það sjókar alveg. Ok, herru, þú átt allavega 2 miða og sækir þetta upp í Skaftalí. Flott Herru, takk fyrir að ringja, Unnur. Takk. Ok, þá erum við búin að gefa 4 miða. Við Egill ræðum þetta líka aðeins á morgun og gefum fleiri miða. Ég hveti alla til þess að tjekka á þessu. Þetta var vel heppnað hjá þeim síðast og verður virkilega skemmtilegt á laugardaginn kemur. Það opið til miðnættis í Smáralind í kvöld. Dúndur tilboð og frábær stemning. Hafðu það notalegt og byrjaðu jólaundirbúninginn. Sjáumst, Smáralind. Viltu vinna ljómandi matarúttekt? Taktu þátt í ljómaleiknum á ljómi.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð á FM 957. Það rétt þér að hlusta hér á FM 95 Blöð. Öddi og Hjörvar búin að vera með ykkur síðan 4 í dag og við erum aðeins eftir að fara í lagið á leiðin heim og þú eru mjög ánægð með það, Hjörvar, lagið sem við erum búin að velja hérna. Gott að heyra það. Það tengist þér svolítið með þessa. Tengist það mér? Já. Er það eitthvað I'm too sexy? Cause I get high. Cause I get high. Nei, það hérna, ég er búin að velja gott lag og þú heyrið það hér. En varstu eitthvað búin að pæla þetta hundadæmi meira því að við erum að fara að henda okkur út? Já, það eru nokkri búin að vera að senda mér á Twitter hérna hvernig hund ég á að fá mér. Þannig að ég ætla að skoða þetta bara betur. Hvaða hund varst þú áttur að tala hann áðan? Þú varst með eitthvað flottan. Hérna Beagle? Já, Beagle. Það var þetta voða sætur hundur. Ég held að það var ekkert sniðugt fyrir að maður einhvern of stóran eða Já, maður ekki róð mikið vesen á hann, sko. Ekki mikið lykt heldur. Nei, ég nenni ekki að íbúin ángi að haldi og skýtu og eitthvað svona, sko. Það er að vera... En ákveð þú svona æstur ég að fá mér hund? Af því að ég óttast stundum að þeir leiði svo mikið. Ég er svo hræddur þeir til dæmis sérstaklega á jólunum. Þú veist að ég er eitt mesta jólabarn sem þú finnur. Ég er bara hræddur því. Ég verða ekki. 32 ára og... Já, gamall að þú ert sjálfur, ekki þú heldur. Og ég hérna... Þú ert að lýsa sjálfur þarna, Hjörvar? Nei, ég hef einhverja ástæðu til að halda jólin. Þú er enga ástæðu til að halda jólin. Jú, leslu frænkuð mínar og svona. Þess vegna vil ég fá þér lítinn hund. Getur sett hann einhver húfu á hundinn eða eitthvað. En ég myndi gefa litlu frænkuð mínum hund í jólagjöf. Spáði, áður en ég... Það er vinsalt hjá systir minni. Áður en ég eignaðist Stilla, þá var ég alltaf fullur á Þorláksmessu. Það myndi ég aldrei gera. Þá var mér alveg skítsamum baðfókadag, þannig að maður vaknaði bara þunnur kl. 6 í þvílíkt góða mat. Vá, við erum svo ólíkir. Hvernig getur við verið skýt sama? Mamma henni með æðislega mat og eitthvað að taka sensin og því að vera ekki með list. Hann er alveg góð. Jú, ég er með rosa góða list ef ég vakna þunnur, sko. Ég hef aldrei drukkið á Þorláksmessu og myndi aldrei gera. Já, það hef ég gert. Það er alveg mjög fínt að fá sér á Þorláksmessu. Þú þarft að vera helvítið blautur og ætlar að fara á Þorláksmessu núna. Hún er á sunnudagskvöldið, þú ert öll helgin þarna á undan, þannig að ég held að flestir ætti að geta setið á sig þessi jólum. Já, ekki vann með þetta kallinn. Hann getur verið mættur á Þorláksmessu og
Já, við Hjörvar þakkum kærlega fyrir hlustunina í dag. Við verðum mættir hérna morgun við Egill eða 2 harðir þar sem að við ætlum að... Ekki kalla ykkur 2 harða, sko. Það væri svona eins og... Við köllum okkur það ekki, það er bara fólk hérna út í bæ. Nei, þið bjögum þetta sjálfur. Þetta væri svona svipað eins og Woody Allen og einhver annar ógeðslega mjór gæi myndi kalla sig 2 massa. Það er ekkert hart við ykkur félagar, sko. 2 harðir á morgun ég og Rikki G ætlum að vera 2 harðir. Frá 4 til 6, ekki missa því og talandi Rikka G, þá er hann mættur inn í stúdíóið, skellbrósandi og fínn og verður með ykkur til 9 í kvöld. Við minnum líka á eldhúspartí FM 957 sem er einmitt á Austur og þar eru Steindi Junior og fleiri að fara að tróða upp. Frikki Dór og... Líka hérna Friðrik Ómar er sérstakur gestur og Hreimur Dikta. Þannig að það er þvílíkt kvöld framöndan. Endilega þeir sem að hafa ákvað að kíkja út í kvöld tekja á því, það er Austur. En við heyrjumst á morgun klukkan 4, takk vel á móti Rikka og hér er lagi á leiðinni heim. Hvernig líst þetta, Hjörvar? Já, þetta er flott lag. Ég held mikið upp á þetta lag. Ég veit það, þú vannst með í síðasti flottu lagkenninni. Takk fyrir þetta. Það var lítið. Takk fyrir þetta. Þetta er að því ég fór í fíla á